Komið sæl. Sjá. Ég ætla að gera heiðarlega tilraun til að fjalla þetta mjög svo mikilvæga málefni sem kemur fram í hjarta opinberunarbókarinnar. Það boðskapur englanna 3. Og það kannski margir sem á þetta hlýða sem hafa ekki hugmynd hvað að tala um. Hver þessi boðskapur englanna 3? Og ég ætla að gera heiðarlega tilraun til þess að fara yfir þetta svona í stórum dráttum. Ég ætla ekki að fara mjög djúpt og í eitthvað ákveðið atriði, kannski 1 eða 2, sem ég ætla að fara aðeins dýpra í, en ég ætla að reyna að hafa þetta svona eins konar yfirferð yfir boðskap englanna 3. Og mig grunar það verður kannski fleiri spurningar í huga ykkar eftir þessa predikun heldur en svör. En það allt í lagi því að einhvern tímann heyrði ég sagt að sá sem spyr, hann kannski heimskur á meðan hann spyr. En sá sem aldrei spyr, hann alltaf heimskur. Þannig að það gott að spyrja og hafa spurningar og þá kannski leitust til svara við þeim spurningum sem við höfum. Þannig að ég ætla að fara yfir boðskapur englanna 3 og ég ætla að byrja á því að lesa þennan texta sem kemur fram í opinberunarbókinni, 14. kafli. Og ég ætla kannski að lesa þetta þannig að ég ætla að grípa inn í svona og varpa fram spurningum sem við kunnum að hafa út frá textanum. Því oft lesum við texta á þess að spyrja spurninga. Það svo gott að spyrja spurninga. Hvað textin að segja okkur? Svo við séum ekki bara að lesa og það skilur ekki neitt eftir sig. Fyrsti engillinn. Hvað tákna 3 englar til að byrja með? Við getum spurt þessara spurninga. Eigum við von á 3 englum sem fljúga hákol heimins hrópandi á íbúa heimsbyggðarinnar? Hvað tákna englar yfir höfuð? En það segir byrjar textinu því að segja: og ég sá annan engil fljúga hákol heimins. Og ég spyr, hvers vegna þeim lýst sem fljúgandi hákol heimins? Hvers vegna þessir englar fljúgandi? Og það heldur áfram og segir, hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap. Hvað eilífur fagnaðarboðskapur? Og svo segir, til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungum og lýð. Og hvers vegna fara þessi skilaboð til alls heimsins? Og hann segir hárri röddu, óttist Guð. Hvað þýðir það að óttast Guð? Og gefið honum dýrð. Og hvað þýðir það að gefa Guði dýrð? Því að komin stund dóms hans. Hvað á fyrsti engillinn við þegar hann segir að það sé komin stund dóms hans? Og svo segir, tilbiðið þann sem gjört hefur himinn og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Og hvað þýðir það að tilbiðja skaparann, sem skapað hefur allt þetta? Og svo heldur áfram og segir frá engli númer 2. En það segir, og enn annar engill kom á eftir og sagði, fallin er Babylon hin mikla. Hvað Babylon? Sem byrlað hefur öllum þjóðum að reiðivíni saurlifnaðar síns. Hvað þetta reiðivín Babylons? Og hvað táknar vínið? Hvað þýðir það þegar sagt að Babylon drýgi saurlifnað með öllum þjóðum? Og svo 3. engillinn, hann fylgir fast á eftir og segir,
Á eftir þeim komi hinn þriðji engill og sagði hárri röddu, ef einhver tilbyður dýrið. Og hvað táknar dýrið? Og líkneski þess. Og hvað er þetta líkneski? Og fær merki á enni sitt eða hönd sína. Hvað er þetta merki? Þá skal sá hinn sami drekka reiði víni Guðs. Hvað er þetta reiði vín? Sem byrlað óblandað í reiði bikar hans. Hvers vegna víni Guðs byrlað óblandað? Og hann mun kvalinn verða í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reykurinn frá hvalastað þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt, þeir sem dýrið tilbiðja og líkneski þess. Hver sá sem ber merki nafn þess? Og við spyrjum, munu tilbiðjendur dýrsins vera brenndir í eldi aldir alda? Og hér reynir á þolgæði hinna heilugu. Hvað er þetta þolgæði hinna heilugu? Þeirra varðveita boð Guðs. Hver eru boð Guðs? Og trúna á Jesú. Og hvað er átt við með trú á Jesú? Svona hljómar þessi boðskapur frá þessum 3 englum. Þetta allt góðar og gildar spurningar sem við þurfum að geta svarað. En augljóslega þá kemst ég ekki yfir að svara þessu öllu í dag. En hvers vegna þurfum við að geta svarað þessu? Hvernig getum við komist hjá því að tilbiðja dýrið ef við vitum ekki hvað það er? Ef við vitum ekki hvað líkneskið munum við þá ekki á endanum tilbiðja það? Ef við vitum ekki hvert merki dýrsins getum við þá ekki á endað með því að fá þetta merki. Svo það mjög mikilvægt fyrir okkur að skilja þessa hluti. En það sem ég get ekki svarað öllum þessum spurningum í dag, þá hef ég valið að fara yfir þetta í stórum dráttum. Þannig að við höfum svona góða yfirsýn yfir boðskap englanna 3. Þegar Biblían segir að 3 englar séu að boða boðskap sinn til heimsins, þá eigum við ekki að skilja það þannig að englar muni bókstaflega renna yfir himinin á hraða eldingarinnar og hrópa hárri röddu skilaboð sem við finnum í þessari bók, Opinberunarbókinni. Það sem við sjáum þegar við skoðum hvað Biblían segir engla að þeir eru sýndir þannig að þeir koma mönnum til aðstoðar við að boða boðskapinn. Með öðrum orðum, englarnir tákna himneska sendiboða sem nota manneskjur til að boða boðskap Jesú Krists. Tökum sem dæmi bara strax í upphafi Opinberunarbókarinnar. Þar finnum við mjög áhugavert ferli. Þetta inngangurinn að Opinberunarbókinni og það stendur opinberun Jesú Krists sem Guð gaf honum. Takið nú eftir röðinni. Guð gaf Jesú ákveðna opinberun og hann gaf hana til að sýna hverjum. Það segir þjónum sínum, það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannes í þjóni sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesú Krists allt það sem hann sá. Sérðu hér hvernig skilaboð fara eftir ákveðnu ferli. Það mjög greinilegt að það ákveðið skipulag á því hvernig skilaboðin komast til skila. Guð Faðir gefur Jesús boðskapinn. Jesús gefur engil sínum boðskapinn. Engillinn hvíslar þá í eyra Jóhannesar og segir þetta boðskapurinn sem ég vil að þú skráir niður. Og nú gefur engillinn Jóhannes boðskapinn
og Jóhannes gefur söfnuðinum boðskapinn og söfnuðirnir eiga að gefa heiminum boðskapinn. Með öðrum orðum, englarnir eru sýndir sem 3 skilaboð sem englarnir hjálpa mönnum að boða heiminum. Og það er áhugavert að skoða þetta orð engill. Orðið engill á grísku er angelos, sem þýðir í raun sendiboði. Vissið þú að Nýja testamentið að þar eru ákveðnir menn kallaðir englar? Og þú segir kannski nú, hverjir eru það? Og leyfum mér að nefna nokkra hér. Við lesum í Matteusar guðspjalli 11. kafla, vers 7-10. Það segir, þegar þeir voru farnir, tók Jesús og talaði til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóru þeir að sjá í óbyggðunum? Reyr af vindi skekin. Hvað fóru þeir að sjá? Prúðbúinn mann? Nei, prúðbúna menn að finna í sölum konunga. Til hvers fóru þér að sjá spámann? Já, segi ég yður. Og það meira en spámann. Hann sá sem er ritað, sjá, ég sendi sendiboða, eða angelos. Ég sendi sendiboða minn á undan þér, greiða mun veg þinn fyrir þér. Þannig var Jóhannes skírari kallaður engill, eða sendiboði. Og það eru fleiri dæmi. Við sjáum hér að það var ekki bara Jóhannes sem var kallaður engill, þetta líka lærisveinar hans. Þeir voru kallaðir englar eins og við lesum í Lúkas 7:24. Þá sendimenn, eða angelos, Jóhannesar, voru burtfarnir, tók hann að tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóru þér að sjá í óbyggðunum? Reyr af vindi skeki. Svo sjáum við líka í Postulasögunni hvernig Stefán leit út eins og engill. Við lesum í kafla 6, vers 8 og vers 15. Stefán var fullur af náð og krafti og gjörði undur og tákn mikil meðal fólksins. Allir sem í ráðinu sátu störðu á hann og sáu að ásjóna hans var sem angelos. Þannig að hann leit út eins og engill. Svo sjáum við að Páll líka, honum líkt við engill, hér í Galatabréfinu. En þar segir, þér vitið að sjúkleiki minn var tilefni til þess að ég fyrst boðaði yður fagnaðarerindið. Og þér létuð ekki líkams ásíkomulag mitt verða yður til ásteytingar og óvirtuðu mig ekki, né sýndu mér óbeit. Heldur tóku þér á móti mér eins og hvað? Eins og angelos. Engil Guðs. Eins og Kristi Jesú sjálfum. Þannig að það mætti þýða þetta líka að þeir tóku við honum sem sendiboða frá Guði. Nú við vitum öll að Guð hefur ekki falið englum boðum fagnaðarerindisins. Það nokkuð? Munið að fyrsti engillinn sagður boða eilífan fagnaðar boðskap. En Jesús sagði ekki við englana, farið og kunngjörðið heiminum fagnaðarerindi. Starfið að boða hið eilífa fagnaðarerindi sem við lesum í þessum fyrsta engla boðskap. Því hefur verið falið þjónum Jesú Krists, mönnum. En þeir njóta aðstóðar engla hersins í starfi sínu. Takk eftir því sem segir í Matteus 28, 18-20. Þar okkur sagt hverjum hefur verið falið það hlutverk að predika hið eilífa fagnaðarerindi. Og það segir, og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið, sagði hann við lærisveina sína, farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum.
Skýri þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þannig að takið eftir því að henn mikla tilskipun að predika fagnaðarerindið var falið lærisveinunum. Það er ekki falið englum. Englar hafa ekki þörf fyrir fagnaðarendi. Þeir hafa ekki neina þörf fyrir endurlausn frá synd. Þeir vita ekki hvað það þýðir að vera endurleystur. Aðeins þeir sem hafa verið endurleystir geta flutt boðskapinn endurlausnina með krafti vegna þess að þeir þekkja reynslu fagnaðarindsins. Nú í Póstulagsögunni 1:8 finnum við einnig skipun Jesú til lærisveina hans sem að boða fagnaðarerindið. Enn á aftur hefur fagnaðarerindið ekki verið falið englum til að boða með því að streyma yfir himinin og hrópa hárri röddu boðskap Guðs. Það er falið mönnum en englar hjálpa mönnum. Takið eftir í Póstulagsögunni 1:8. En þér munuð öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður og þér munuð verða votta mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Mér langar að deila með ykkur 2 upplifunum þar sem engill hjálpaði í raun einum af fylgjendum Jesú að boða boðskapinn. Manstu söguna af Filippus og eþíópíska hirðmanninum? Leyfðu mér að spyrja þig, hver var það sem í raun tók Filippus svo að hann gæti farið að tala við eþíópíska hirðmanninn? Við lesum það í Póstulagsögunni kafla 8, 27. vers, að þar segir að engillinn hafi bent Filippusi að fara og hitta eþíópíska hirðmanninn og svo deildi Filippus auðvitað boðskap Guðs með honum. En það segir, en engill drottins mælti til Filippusar, statt upp og gakk suður á veginn, sem liggur ofan frá Jerúsalem til Gaza. Þar er óbyggð. Hann hlýddi og fór. Þá bar að mann frá Eþíópíu. Hann var hirðmaður og höfðingi hjá Kandake, drottningu Eþíópa, og settur yfir allar fjárhirslur hennar. Hann hafði farið til Jerúsalem til að biðjast fyrir og var á heimleið. Satt í vagni sínum og las Jesaja spámann. Þannig að engillinn talaði ekki beint til eþíópíska mannsins, en engillinn sá til þess að boðskapurinn kæmist til skila með því að senda Filippus. Og svo höfum við líka fordæmi Péturs postula. Pétur boðaði Kornelíus fagnaðarerindið, en það var engill sem kom til Kornelíusar og kom honum í samband við Símon Pétur. Með öðrum orðum, englarnir gefa mönnum boðskapinn og síðan boða menn fagnaðarerindið fyrir heiminum. Svo þessi 3 englar tákna skilaboð sem Guð sendir frá englaher til okkar og fyrir okkur að boða heiminum. Þetta ætti að sýna okkur hvert eðli þessa engla er í raun og veru. Englarnir 3 tákna fólk Guðs sem predika fagnaðarerindið Jesú Krist fyrir heiminum, sérstaklega varðandi lokatímana. En hlutverk englana er að koma skilaboðunum til okkar, svo að við getum komið þeim áfram. Skilaboðin koma frá Guði til Jesús, frá Jesú til englana, frá englanum til okkar og frá okkur til heimsins. Þetta er það fyrirkomulag sem Guð hefur komið upp. Okkur er sagt þegar við lesum í Åpenbarunarbókinni 14 að englarnir fljúga hákol himins. Þetta hlýtur að þýða að boðskapur englanna 3 sé af himneskum uppruna. Það er Guð
talar í Opinberunarbókinni, þá kemur boðskapur Guðs alltaf af ofan. Hann kemur alltaf af himnum. Á hinn bóginn koma kraftar Satans frá hafinu, úr undirdjúpinu og frá jörðinni. Með öðrum orðum, sú staðreynd að þessi 3 skilaboð eru sýnd sem 3 englar sem fljúga háhvol himins, sýnir að þau koma frá himni til jarðar. Að þessi skilaboð eru beint send af Guði. Þetta eru himnesk skilaboð. En þegar Biblían talar eitthvað sem kemur að neðan, þá það ríki Satans. En þegar hún talar að ofan, þá það ríki Jesú Krist. Það ríki Guðs. Svo alltaf þegar engill kemur af himnum þýðir það boðskapur frá Guði. 3. kafli Jakobs segir okkur þetta. Þar sem talar viskuna sem kemur að ofan. Það sem segir, en sú speki sem á ofan hún í fyrsta lagi hrein, því næst friðsöm, ljúfleg, sáttgjörn, full miskunnar og góðra ávaxta, óhlutdræg, hræsnislaus. Þessi boðskapur kemur með miklum krafti að ofan. Svo sú staðreynd að þessir englar eru sýndir fljúga háhvol himins, þýðir að þessi skilaboð eru himnesk uppruna, koma beint frá hásæti Guðs. Nú okkur tvisvar sagt í englaboðskapnum að þessi skilaboð séu boðuð með hárri röddu. Það athyglisvert að gríska orðið sem notað hér megasphonei. Og hvaða orð fáum við frá megasphonei? Það orðið megafónn eða gjallarhorn. Og leyfðu mér að spyrja því, heyrast skilaboð ekki vel þegar notast við gjallarhorn? Gerir það svo sannarlega. Svo þessi skilaboð af himneskum uppruna, mönnum ætlað að predika þau, og þau koma miklum krafti vegna þess að þau eru boðuð hárri röddu, með öðrum orðum. Þetta ekki einhver tvíræðin skilaboð, þetta engin málleysa sem hljómar úr gjallarhorninu. Það á að hrópa þessi skilaboð frá húsþökum, sama hvaða afleiðingar það hefur. Skilaboðin eiga að fá að hljóma af fullum krafti. Nú englarnir þeir fljúga. Hvað táknar þá að þeir skuli fljúga? Það táknar hraðan sem þessi skilaboð eiga að fara til heimsins. Þessi skilaboð eiga að fara með mestum hraða til alls heimsins. Þessi skilaboð af himneskum uppruna, þau eiga að fara til heimsins með miklum krafti og með mestar hraða englana. Svo hversu hratt fljúga englar? Takk eftir því sem segir í Esekiel 1:13-14. Þar talað lífverurnar 4 sem tákna englaherinn. En það segir, milli veranna var að sjá sem eldglæður brynnu. Það var eins og blys færu aftur og fram milli veranna og bjarma lagði af eldinum og út frá eldinum gengu leiftur og verurnar flugu fram og aftur eins og glampi af leiftri. Svo hversu hratt ferðast englar? Þeir ferðast eins og elding. Svo hversu hratt þurfa þessi skilaboð frá englanum 3 að berast til heimsins? Þau þurfa að berast með hraða eldingar. En því miður þá virðist þau berast með hraða skjaldbökunnar. Það ekki vegna þess að englarnir séu kvíðafullir yfir því að bera þennan boðskap. Það einfaldlega vegna þess að við sem manneskjur höfum ekki staðið okkur í stykkinu við útbreiðslu boðskaparins, svo að endurinn geti að lokum komið. Hvar ber okkur að boða þessi skilaboð? Það segir að það á að boða þeim sem á jörðinni búa.
Skilaboðin eru alheims að umfangi. Með öðrum orðum, skilaboðin sem eru af himneskum uppruna, þau eiga að vera boðið á mönnum með hraða eldingar, með miklum krafti og þau eiga að vera boðið allan heim. En hvað kristið fólk almennt að segja í dag og gera? Flestir kristnir í dag, evangelískir hvítasunnumenn og fleiri, trúa því að boðskapur englanna 3 sé í raun boðskapur sem verður boðaður í þrengingunni eftir að kirkjan hefur verið hrifin til himna. Reynda trúa þeir því að allt frá Opinberunarbókinni 4. kafla, allt til 19. kafla, eigi við gyðinga í Miðausturlöndum eftir að kirkjan hefur verið hrifin til himna. En mín spurning varðandi það þessi. Ef þessi boðskapur á aðeins að vera boðaður gyðingum, hvers vegna komast við að því að það segir að þessi boðskapur, hann á að vera boðaður sérhverri þjóð, kynhvísl, tungu og líð. Augljóslega þessi boðskapur ekki aðeins fyrir gyðinga í Miðausturlöndum. Þessi boðskapur á að vera boðaður á heimsvísu. Boðskapur sem á að fara allan heim. Hann krefst þess að það sé fólk allan heim sem skilur boðskapinn og tilbúið að fara út og predika þessi skilaboð. Takið eftir 24. kafla í Mattheus og 14. versi. Þú tekur eftir því að boðskapur fyrsta engilsins talar að predika eilífan fagnaðar boðskap. Svo hvað það næsta sem gerist í þessari frásögn í Opinberunarbókinni? Það næsta sem gerist í Opinberunarbókinni í þessum sama kafla og við erum búin að vera að lesa, kafla 14, strax á eftir boðskap englanna 3, strax á eftir því að sagt frá uppskerunni. Með öðrum orðum, Jesús situr á skýi, hann með sigð í hendinni, endurinn kominn, jörðin hefur verið uppskorin. Með öðrum orðum, boðun fagnaðarerindisins líður undir lok. Nú vil ég að þú takir eftir því sem Jesús segir í samræmi við þetta í Mattheus 24:14. En þar segir, og þetta fagnaðarerindi ríkið mun predika vera, hvar? Alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. Og í Markús 16, síðustu versin segja, farið út allan heim og prediki fagnaðarerindið öllu mannkyni. Farið út allan heim og prediki hvað? Predika fagnaðarerindið. Og hverjum? Til gyðinga? Nei, prediki fagnaðarerindið öllum heiminum. Svo hver tilgangurinn með boðskap englanna 3? Tilgangurinn með boðskap englanna 3 að boða fagnaðarerindið og safna sem flestum í herbúði Guðs. Það tilgangurinn með boðskap englanna 3. Þeir fara til allra þjóða vegna þess að Jesús mun sigra heiminn fyrir fagnaðarerindið. Það annað sem mjög merkilegt sem við lesum í Opinberunarbókinni og það að djöfullinn hefur líka 3 fölsk englaboð. Og þú spyrð, hvers vegna segirðu það? Við lesum það í Opinberunarbókinni 16. kafla, vers 13-16, þar sem segir, og ég sá koma út af munni drekans og munni dýrsins og munni falsbámannsins 3 óhreina anda sem froskar væru. Leyfðu mér að spyrja þig, hvað eru óhreinir andar? Hverjir voru óhreinu andarnir sem Jesús rak út þegar hann var á þessari jörð? Það eru djöflar. Og hvað eru djöflar? Það eru fallnir englar. Svo takið eftir því að það segir hér í Opinberunarbókinni 16:13, ég sá
3 óhreina anda sem froskar væru. Hvaðan koma þeir? Þeir koma út af munni dýrsins. Þeir koma ekki af himnum, eins og englarnir 3 með boðskap sinn frá himnum. Þeir koma af munni dýrsins. Munnurinn notaður til að tala, ekki satt. Það þýðir að þessi 3 óhreinu andar eru að boða boðskap sem kemur úr munni drekans. Og hver tilgangurinn með þessum 3 fölsku englum, þessara 3 illu anda? Þeir hafa tilgang og það að safna heiminum á band djöfulsins, og takið eftir í versi 14. Því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn. Þeir ganga út til konunga allrar heimsbyggðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinum mikla degi Guðs hins alvalda. Eitt sem við þurfum að hafa í huga varðandi þessa djöfla anda. Þeir koma ekki í eigin persónu og boða sinn falska boðskap. Þessir englar, þeir hafa líka sína útsendara, fólk sem á þeirra bandi. Óvinurinn nefnilega hermikráka. Hann hermir allt eftir því sem Guð gerir. Þannig að á sama hátt og Guð sendir 3 engla sem hafa boðskap, þeir færa fólki sinn boðskap til að bera út alla heimsbyggðina. Á sama hátt hefur óvinurinn 3 fallna engla sem bera þeirra boðskap út í heiminn. Og þeir gera það ekki í eigin persónu. Svo hversu margir hópar af 3 skilaboðum í gangi? Við höfum 2 hópa af 3 skilaboðum. Við höfum 3 engla Guðs með skilaboð sem eru boðuð með krafti við eilífa fagnaðar erindi. Tilgangurinn að safna öllum heiminum á band Guðs. En djöfullinn á líka 3 falska engla sem eru kallaði djöflar. Og út af munni þeirra, úr munni drekans og dýrsins og falsbámansins, þessir englar, þeir boða boðskap sinn og boðskapur þeirra hefur einnig þann ásetning að safna öllum heiminum á band djöfulsins. Ástæðan fyrir því að Guð vill að þessi boðskapur englana 3 fari til alls heimsins vegna þess að Biblían segir að Babylon, sem kölluð skækja í Opinberunarbókinni 17. kafla, stjórnar öllum þjóðum heimsins. Við lesum það í 17. kafla þar sem segir: og einn af englunum 7 sem halda á skálunum 7 kom til mín og sagði: kom hingað og ég mun sýna þér dóminn yfir skækjunni miklu sem við vötnin miklu. Hvar situr skækjan? Hún situr á mörgum vötnum. Og hvað þýðir það að sitja? Það að hún ræður, hún stjórnar. Og hvað táknar þessi mörgu vötn sem hún situr á? Í versi 15 segir: vötnin sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru lýðir og fólk, þjóðir og tungur. Þannig að boðskapur englana 3 á að berast sérhverri þjóð, kynkvísl, tungu og lýð, en vandamálið að skækjan situr á þeim. Svo hvers vegna sendir Guð þessi 3 skilaboð? Hann sendir þessi 3 skilaboð til að segja fólkinu sem skækjan situr á: farið þaðan áður en pláunum úttelt og áður en þér verður reitt. Svo spurningin hvaða 3 skilaboð ætlað þú að hlusta á? Ætlað þú að hlusta á 3 skilaboð Guð sem af himneskum uppruna, boðun hins eilífa fagnaðar erindis með miklum krafti og hraða til allra í heiminum, til að safna fólki á band Guðs? Eða ætlum við að hlusta á 3 skilaboð þessa illu anda?
andar sem eru fallnir englar, sem hafa í hyggju að safna öllum ekki á band Guðs, heldur á band Satans. Opinberunarbókin segir okkur að það verði aðeins 2 hópar við lok tímans. Þeir sem hafa innsigli Guðs og þeir sem hafa merki dýrsins. Staðreyndin er að þessi skilaboð fara allan heim til að vinna gegn alþjóðlegum boðskap þessar 3 fölsku engla sem koma út úr munni drekans, dýrsins og falsbámansins. Í báðum tilfellum eru það 3 englar. Annars vegar englar sendir frá Guði og hins vegar englar sendir frá djöflunum. Í báðum tilfellum það koma þeir ekki í eigin persónu og boða boðskap sinn. Í báðum tilfellum hafa þeir fólk sem boða boðskapinn. Þessi skilaboð eiga að vera boðuð í réttri röð. Og hvað á ég við með því? Við getum ekki boðað boðskap 3. engilsins án þess að boða þann 1. og 2. áður. Með öðrum orðum, skilaboðin verða að vera boðuð í réttri röð. Fyrsta boðskapinn þurfum við að boða og skilja fyrst. Síðan verðum við tilbúin að skilja þann seinni. Og eftir að við skiljum þann seinni verðum við tilbúin að skilja þann 3. Og hvernig vitum við að það er röð á þessu og við þurfum að skoða þetta í réttri röð. Við tókum eftir að það segir og enn annar engill kom á eftir. Þannig að boðskapurinn kemur einn á eftir öðrum og svo aftur segir á eftir þeim kom hinn 3. engill. Og ef við ruglum röðinni þá mun fólk aldrei hlusta. Það er vegna þess að ástæðan fyrir því að Babylon fellur í boðskap annars engilsins er sú að Babylon hafnaði boðskap 1. engilsins. Og þegar þú ferð í Opinberunarbókina 18. kafla þá segir Guð fallin er Babylon hin mikla og svo segir gangið út með fólk. Svo fólk segir kannski hvers vegna ætti ég að ganga út? Við þurfum að ganga út vegna þess að Babylon, hún hefur hafnað boðskap 1. engilsins. Þannig að áður en fólk er tilbúið að koma út úr Babylon og ganga til liðs við Guð, þá þarf það að skilja ástæðuna. Og fyrstu englaboðin gefa þér ástæðuna fyrir því. Fyrsti engillinn hefur 3 skilaboð, 3 skipanir. Fyrsti engillinn segir óttist Guð. Það er ekki bara tillaga, það eru fyrirmæli. Óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin er stund dóms hans, tilbiðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. En ástæðan fyrir því að Babylon fellur er svo að hún óttast ekki Guð. Þannig að við þurfum að skilja hvað það þýðir að óttast Guð. Raunveruleg ástæða fyrir því að Babylon er fallin er svo að hún er ekki að gefa Guði dýrð. Hún gefur sjálfri sér dýrð. Og ástæðan fyrir því að Babylon er fallin er svo að hún neitar að trúa því að tími dóms Guðs sé runnin upp. Ástæðan fyrir því að Babylon er fallin er svo að Babylon tilbiður ekki þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Með öðrum orðum, til að fólk sé fúst þess að koma út úr Babylon, sem er boðskapur annars engilsins, þá þarf það fyrst að taka við boðskap 1. engilsins. Til þess að fólk skilji að Babylon er fallin, þarf að skilja hvers vegna Babylon er fallin. Babylon er fallin vegna þess að hún neitaði boðskap 1. engilsins. Og leyf mér að deila með þér þessu. Ef við kunngjörum ekki boðskap 1. engilsins, þá mun fólk ekki finna fyrir neinum hvata til að koma út úr Babylon og það mun ekki finna neina brýna nauðsyn til að varast loka viðvörunina
í 3. boðskap englana sem boðar úthellingu reiði víns Guðs. Boðskapur 1. engilsins færir okkur jákvæðan boðskap Guðs. Seinni skilaboðin segja, farðu út úr Babylon því Babylon hefur hafnað boðskap 1. engilsins. Og síðan segir 3. engla boðskapurinn, ef þú kemur ekki út, þá endarðu með að tilbiðja dýrið og lífsnyrki þess. Þá muntu á endanum fá merkið og þú munt fá plágunar. Svo í grundvallaratriðum, í 1. engils boðskapnum hefur þú boð frá Guði. Í seinni boðskapnum hefur þú kall til að koma út, þaðan sem því er ekki hlýtt. Og í 3. boðskapnum segir Guð, ef þú kemur ekki út, þá fæðu plágunar og reiði Guðs mun koma yfir þig. Þannig að þessi 3 skilaboð verða að vera boðuð í réttri röð. Þessi skilaboð eru loka ákall Guðs og boðskapur til heimsins fyrir endalókin og endurkomu Jesú. Það verða engin frekari skilaboð fyrir utan þessi 3. Og þú segir kannski, hvernig veit ég það? Af þeirri einföldu ástæðu að leið og 3. skilaboðinu er lokið. Takk eftir því sem við finnum í 14. kafla Opinberunarbókarinnar. Opinberunarbókin 14:14. Þetta er sami kaflinn og við lesum englana 3. En þar segir, og ég sá og sjá hvítt ský, og einhver sá ég sitja á skýinu, líkan mannssinni. Hann hafði gullkórónu á höfðinu og í hendi sér bitra sigð. Hvaða atburði er verið að lýsa í þessu versi? Þetta er endurkoma Krists. Og hvenær fer endurkoma Krists fram í röð Opinberunarbókarinnar? Það gerist strax eftir að boðskapur englana 3 er boðaður, sem þýðir að þessi 3 boð eru loka boðskapur Guðs til heimsins og þá mun endurinn koma. Svo þú hefur 3 skilaboð og eftir það sést Jesús sitja á skýi með sigð í hendi og hann mun koma til að uppskera jörðina, hann mun koma til að safna fólki sínu og hann mun koma til að tortíma hinum ógurlegu. Og þú getur haldið áfram að lesa þetta í Opinberunarbókinni 14. kafla. Svo leyfðu mér að spyrja þig, hversu brýnt er það fyrir okkur að skilja þessi 3 englaboð á þessum síðustu dögum? Þetta er spurning um líf og dauða og þetta er síðustu skilaboðin. Þess vegna að það verður engin annar boðskapur sem Guð mun gefa heiminum eftir þennan. Yfirlýsingu þessara 3 skilaboða mun fylgja kraftur haustregsins. Og skilurðu hvað ég á við með haustregnið? Þú veist að á svæðum Biblíunnar þar er vorregn og haustregn. Vorregnið er sú rigning sem fellur á vorin sem veldur því að fræin spíra og byrja að vaxa. Og síðan heldur rigningin áfram að falla út tímabilið. Og þá loksins haustregnið. Og tilgangur haustregsins er að þroska það sem hefur vaxið í vorregninu. Og nú vil ég spyrja, hvenær var vorregnið? Hvenær heltist það niður? Það var úttelt þegar Guð úttelti heilagum anda á hvítasunnudag. Heilagum anda var úttelt með krafti. Fóru lærisveinarnir ekki út og predikuðu fagnaðarerindið með krafti þegar þúsundir og þúsundir söfnuðust á band Guðs. Kom mannfjöldin frá hlið djöfulsins til Guðs. En Biblían kennir að í lok tímans mun Guð hafa fólk sem mun boða boðskap englana 3 undir krafti haustregsins í þeim tilgangi að þroska mannkynið og undirbúa mannkynið fyrir uppskjöruna, fyrir uppskjöru Guðs. Og hvernig vitum við að þessi skilaboð að þeim fylgi haustregnið? Við sjáum það í Opinberunarbókinni 14. kafla
að þú munt sjá að Guð mun úthella heilögum anda með miklum krafti yfir heiminn. Og hvað mun gjörast þegar hann úthellir heilögum anda sínum? Fólk Guðs mun boða boðskapinn alveg eins og lærisveinarnir gerðu og þúsundir munu koma til Drottins til að undirbúa endurkomu Jesú. Og allur heimurinn verður skiptur í 2 hópa vegna kraftsins af boðskapnum sem fylgir kraftinum. Og hvernig vitum við það? Takið eftir það sem segir í Ápenbarunarbókinni 14 og í 14. vers og 15. vers. Strax á eftir 3. englaboðskapnum þá segir: og ég sá og sjá hvítt ský og einhver sá sitja á skýinu líkan mannsini. Hann hafði gullkórun á höfði og í hendi sér bitra sigð. Og annar engill kom úr musturinu. Hann kallaði hárri röddu til þess sem á skýinu sat: ber þú út sigð þína og sker upp, því að komin stund til að uppskera. Sáðland jarðarinnar fullþroskað. Svo á tímum Biblíunnar, hvað var það sem þroskaði uppskeruna? Það sem þroskaði uppskeruna var haustregnið. Vorregnið hóf ferlið og til að fræin spíri. En vorregnið, það spírar fræið og lætur það vaksa. Uppskeran kemur síðar. Svo þú hefur vorregnið og þú hefur haustregnið. Tilgangur haustregnsins hefur með boðskap englanna 3 að gera. Krafti heilags anda úttelt yfir fólk hans og fyrir vikið öll jörðin þroskuð. Annarkvort sem uppskera til réttlætis eða sem uppskera óguðlegra. Svo það sem þetta þýðir að boðskapur englanna 3 mun þroska heiminn á 2 mismunandi vegu. Fólki sem hafnar þessum 3 englaboðum þroskast að fullu gegn þessum skilaboðum. En hinum megin ertu með þá sem taka við þessum skilaboðum með krafti heilags anda og þeir munu líka þroskast, en þeir munu þroskast til hjálpræðis. Og þegar allur heimurinn hefur tekið ákvörðun hvorum megin þeir vilja vera vegna þess að boðskapurum hefur verið boðað með krafti heilags anda, þá verður náðatímanum lokið og þá mun Jesús koma. Ég er svona að skipa hérna yfir, tíminn er svo langur. Þetta er bara efni í aðra predikun hérna. Sjá. Ég verð að koma að þessu hérna sem að segir að það er merkilegt að lesa það sem segir í Ápenbarunarbókinni 11. kafla 19. vers. Það segir að Jóhannes hafi séð himinninn opinn og musteri Guðs á himnum var opið. Og hvað sást í musteri hans? Það var sáttmálsörkin hans. Sáttmálsörkin sem staðsett í hinu allra helgasta. Þannig að löngu áður en við lesum boðskap englanna 3, þá hefur hið allra helgasta verið opnað á himnum. Hvar sáttmálsörkin í helgidónum? Sáttmálsörkin í hinu allra helgasta. Þannig að allur textinn sem kemur á eftir og þar með talin boðskapur englanna 3 í hjarta Ápenbarunarbókarinnar byrjar á því að hið allra helgasta í helgidónum opnað og þar sem sáttmálsörkin er. Og eftir það kemur drekinn til sögunar í kafla 12 og dýrið í kafla 13 og svo höfum við annað dýr sem gerir líkneski af dýrinu og svo það kemur til sögunar í Ápenbarunarbókinni 13 og svo kemur englaboðskapurinn í kafla 14. En það er athyglisvert að þegar þú kemur á Ápenbarunarbókinni 15. kafla sem næsti kaflinn á eftir, þá segir í versi 8 að musteri Guðs á himnum sé nú lokað og að enginn geti farið inn í musterið fyrir en á síðustu 7 plágunum hefur verið útdelt.
Það segir, og musterið fylltist að reiknum af dýrð Guðs og mætti hans og enginn mátti innganga í musterið eins fullna væri þær 7 plágur, englanna 7. Vegna þess að náðatímanum var lokið. Þegar það gerist, þá á ekki lengur við það sem Páll segir í Hebreabréfinu 4:15. þar sem segir, göngum því með djörfungað hásæti náðarinnar til þess að við öðlumst miskunn og hljótum náð til hjálpar á hagkvæmum tíma. En þarna í Opinberunarbókinni 15:8 þá sjáum við enginn mátti innganga í musterið. Það er enga náð að fá lengur. Svo ég ætla að klára þetta hér. Svo ég vona að þetta hafi gefið ykkur aðeins betri innsýn inn í boðskap englanna 3. Það er svo miklu meira þetta að segja sem ég hef ekki tíma fyrir núna. En vonandi gefst okkur tækifæri seinna til að skoða nánar einstaka þætti þessara skilaboða. Því þetta er afar mikilvægur boðskapur og svo mikilvægt að við skiljum þetta til fulls. Því eins og segir í Hósea 4:6, líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Guð gefi að við mættum öðlast þekkingu svo við getum tekið réttar ákvarðanir. Takk ykkur fyrir.